Já, miðrými var 640 fermetrar og vöruhillur náðu því sem næst upp í loft og það voru gönguhurðir og stórar vöruhurðir á austur- og vesturhlið. Brunálagið var mjög mikið en við höfum nú ekki nákvæmlega eða ekki skotið á það hvað það var en ef við sögum bara svona hefðbundnar tölur fyrir svona lagarými þá getur það eftir hvaða textabækur eru notaðar til þess að skoða þetta en það kannski með meðtali kannski getur verið með 1100-1200 megasjúl en ef þú ætlar að skoða sem sagt að vera öruggur með þess að innan við 95% eða sem sagt í 95% tilfella þá væri öruggur með 2690 megasjúl. En í þessu tilfelli, með að við svona þessar lýsingur og annað, þá hefur brunaálagið allan verið langt yfir 1000 megasjúl en hvort það var 1500, 2000 eða 3000, það erum við ekki alveg vissum. Byggingin var með sjálfvirkubrunaverunarkerfi, hún var með handslökkubúnaði og út- og niðurleysingu, en hún var ekki með vatnsrofakerfi. Upprunalega var gert ráð fyrir vatnsrofakerfi og ef það hefði verið þá hefði samt ekki dugað, OH3 hefði ekki dugað fyrir þetta brunaálag sem þarna var inn í þessum lagar. Upptök eldsins virtust vera nærri suðvesturhorni í Lagar-Æsver að vegg við geymslur og samkvæmt lýsingu virtist þannig að fara mjög hratt upp vegginn og loftið til norðausturs. Og við erum með, það eru lýsingavitna þarna á staðnum sem eru býsna greinagóðar. En hillurekkar og eldsplöntur í þeim stuðluðu sem staðisum hraða og stærð eldsins og gott loft inn á milli, góð loftun á þessu. Lagarými virðist vera nær alveg eftir að slökkviliðið kemur á staðinn og starfsfólk Æsver átti fótu sínu fjör á launa þar sem bara til að komast út og þetta átti bæði við sem sagt efri hæðina þar sem reykur virðist fara strax yfir á efri hæðina og líka það sem voru að vinna á gólfinu, lagarýminu, niðri. Og þessi reykflög sem voru mjög lítil miðað við stærð brunans hafði það áhrif á hversu fljótt lagarými var aðlenda. Það var engin leið að það hefði ekki verið hægt að hafa nógu öfluga reykklósum með þetta brunaálag sem þarna var inni. Og mikill undirþrýstingur myndaðist neðan til í rýminu sem olli því að erfitt var að opna hurðir. Þetta eru með lýsingavitna á staðnum og það bara passa, það var ekkert aðloft í upphæði brunans, þannig að það er rosalega mikill þrýstingur og massaefnið gerir það verkum að reykur sem byrjar að fara út, að hann kallar á loft inn á móti og þess vegna hefur verið mjög erfitt að passa þessar lýsingar. Og ég er svo með smá getgátur þetta aðeins meira sem ég vil sýna ykkur eftir, en þessi bruni sem var í lagarýminu, hann var sem sagt með skerta loftun eða endurventilitið, þessu kannski sem að segja á ensku, við séum ekki bara með takmarkaða loftun, en það er ekki bara leið. Og það sést bæði á þessu svarta reyk sem kemur hérna upp, en líka ég er búinn að vera að skoða eldsúlurnar upp úr reykklónum frá mismunandi sjónarhornum og líka úr drónamyndum á staðnum. Það sést að þær eru fara 1,5 upp í 2 metra upp úr, sem styður þetta að hversu hann var hversu lítið loft var hérna á henni upphafi. Og ég ætla aðeins að og líka að reykur og hiti fara fljótt inn í rými bæði til suðurs og norðurs og það sést á bæði á öryggismyndunum inn í rýmunum og líka náttúrulega bara strax á staðnum og slökkviliðið sér það að það er bara fer reykur og það er þessi léttu veggir sem eru þannig að þeir verða aldrei alveg reykþéttir þegar hitinn er svona mikill og þetta stál og annað fyrir að geiplast þá er bara ekki séns að þó að sé mjög vel gengið frá því að halda því að reykurinn geti ekki farið á milli. Þannig að eina ef menn er svona brunaál og svona, þá er bara gamli góði brunakampurinn það eina sem hefði virkað í svona tilfelli. Og það er líka aðeins skoða fleiri bruna áður en komið þetta starf. Þessi var að skoða það sem að reykur fór á milli rýma og þá sést það líka að það var svona
létt stálvirki í þaki og þá eru bara svo mikla hreyfingar í því að góða þéttingar bara opnast og þá bara greið leið fyrir reyk yfir. Þó bruni hafi ekki farið yfir strax en þá verða mikla reykskemmdir. En ástæðan var meðal annars mikill þrýstingur upp í loftóla á lagarýminu að það verður mikill þrýstingur þarna inni og sem hefur hjálpað til að þrýsta þessu svona yfir í rýmin til hliðar. Og svo með smá kenningar með þessa núllínu að hún fer greinilega mjög hratt niður miðað við þessa bæði með lýsingar vitna og með því að eftir að hafa skoðað myndir frá mismunandi tímapunktum í brunanum að miðað við lýsingar vitna á staðnum fyrst þá var núllínan kannski frekar ofalega. Ég ætla aðeins að sýna ykkur þetta bara ber núllí og pælingarnir með þessa núllínu en ég ætla að sýna ykkur þetta að hún hefur verið mjög ofalega þarna í upphafi þegar vitnin þegar menn eru að komast út úr rýminu, kannski ekki alveg svona, þetta bara svona alveg út í loftið bara til þess að sýna ykkur hvað ég að hugsa en svo hefur hún færst mjög hratt niður. Það er vegna þess að við sjáum á öryggismyndavélum á neðri hæð í geymslum að þar komin reykur inn og það eiginlega ekkert annað sem getur skýrt það en að þrýstingurinn ofan til og vegna segja orðin sem sagt pósitífur og farin að ýta frá sér og ýta reyk yfir og þar leiðandi hvort þú segir þarna eða komin miklu neðar það veit ég ekki nákvæmlega. Svo þegar slökkviliðið opnar þá náttúrulega kannski lyftist hún aftur örlítið upp. Opnar hurðirnar sem sagt betur. En við með smá pælingu, það er hægt að fá svona app í símanum sem maður tekið mynd á bara hvaða bruna sem og hann teiknar bara upp fyrir dítri lýs á móti sem falla tíma. Mjög hentugt. Nei, þetta er algjör út í bláinn. En það er bara að maður er að giska á þetta hvernig þau verið, þá hefur hann vaxið alveg gríðarlega hratt á mjög stuttum tíma. Þar til að bara hann klárar eiginlega allt súrefni og þá fer hann að koðna aðeins og svo þegar hann slökkvilið fyrir að opna hurðir og annað þá náttúrulega fer hann aðeins á stað aftur og þar til að þið byrja að slökkva í honum og hann koðnar aftur niður. En hversu hátt í megavöttum, það er alveg ómögulegt að segja. En við höfum auðvitað miklu meiri upplýsingar tímalínuna. En þess að þetta er nú bara alveg út í bláinn þá er ég ekkert að setja það inn. En ég held að það sé ágætt að miða við að þetta sé svona nær því að vera svona hydrokarbon bruni, frekar heldur en þeir bera þetta sem venjulegan standardbruna. Að það er að segja að það var svolítið mikið af olíuefnum hann inni, þó að ekki að verið olía, þá voru flísefni, það voru plastumbúðir mikið og svo eitthvað frauðplast og annað utanum styttur og minjavörur og svoleiðis. Og líka bara til þess að skýra hann gríðarlega hraða vöxt sem vitnin lýsa þá sem miklu nær að miða við að þetta sé svona hydrokarbon bruni fremur heldur en svona hefðbundin sellulósa bruni. Og ég ætla að sýna ykkur bara á þessa mynd til þess að sýna hvað rekkarnir voru háir, reyndar er þakið náttúrulega búið að síga þarna, en þeir voru svona alveg upp í loft. Það var bara alveg stappað þarna inn á brunaálagi. Og eldurinn fór, komst yfir í rýmin við hliðina. Lögreglan rannsakaði eldsupptök og tóku fulltrúar mannvirkjastofnunar þátt frá rafmagnssviðinu, skoða það og menn og rannsóknin hún leiddi í ljós að líkari kviknaði út frá rafmagni neðarlega á suðvegg í lagarrými sem snýr að geymslum og þá var talið að mögulega hafi verið skamhlaup í tenglum við rafmagnstöflu olli þessu sem voru frá því að Latibær var í húsinu. En það verður aldrei nákvæmlega fullyrða hvort það hefur verið það eða eitthvað annað en þetta er allavega besta kenningin núna. Og það er svona okkar niðurstaða að svona aðal orsök þess hvernig fór
hafi raunverulega verið þetta gríðarlega mikla brunaálag sem húsið gat alls ekki þolað. Það svona meginorsökin. En þá ætla ég að fara yfir í nokkra áhugaverða bruna. Ég ætla reyndar ekki að eyða svona löngu tími að spjalla þá. En aðalega til þess að áréttingar, og við erum í tengslu við byggingariðnaðinn, öll inni, að það var svo mikilvægt að passa það að heituvinnuna. Hún verður aldrei, þetta svona vísa sem verður aldrei ofkveðin, en það má segja í þessum bruna, perlubrunanum, sem mjög stór, mjög stórt tjón, að þá hafi verið menn hafi bara ekki passað sig með loksuðu. Þeir var að skera gat semst á tankinn og þar lendi fór sem fór. Og þetta var náttúrulega gríðarlega mikið tjón og ég er með mynd af hurðinni innan úr tanknum sem var verið að skera og þá var það þannig að þetta er náttúrulega gamlir hitaveituktankar sem voru einangrar utan með steinum reyndar, en það var timbur allan hringinn, timburlektur og byggt svona utan hann og þetta var náttúrulega búið að vera heitt vatn í tanknum búin að þurrka þetta smám saman og þegar var verið að skera þetta gat þá bara kveiknar í þarna bakvið. Þannig að þetta er bara til þess að árétta það að menn passi þetta með heitu vinnunum og minni á þetta, vinna allir í bransanum á þessi mikilvægi þess að hafa nú alltaf að huga að því og passa þetta. Og svo er annað ég ætla að sýna aftur, það er handumvarandi frágang á eldstæði. Þá var það þetta er eldstæði hótelir á Akureyri sem kveiknaði. Ég er með reyndar áhuga að vera vídeo sem ég get bara ekki sýnt núna út, ég er ekki búinn að afmá myndir af fólki. Þá var þegar það var að sjóða og ganga frá eldstæðinu, þá var skilið eftir handklæði undir eldstæðinu. Bara það gleymdist og það bara lokaðist inn í handklæði. Og það er talið að þetta handklæði sem kveiknaði í, það olli þessum bruna. Og það nú er verið að setja upp mikið af gaseldstæðum og ýmiss konar eldstæðum. Og það var að passa þá frágenginu í kringum þau og svoleiðis. Og eins og í þessu tilfelli þá var það að menn skildu bara eftir að þau verið að hlífa einhverjum búnaði og virtist verið að sett handklæði þarna yfir. Við fundust leifar af því þegar þetta var rifið frá. Þetta er eiginlega meira handvömm við frágang á handklæði. Já, það er rétt. Það er rétt, mætti kannski segja það. En það er bara út af þau eru orðið svo mjög algeng, eða gríðarlega algeng og það var bara gott að minna á það, minna á þau þessi eldstæði sem eru út alls staðar. En ég ætla eiginlega ekki að hafa þetta lengra núna. Þannig að það var slökklu höfuðborgarstöðin. Vil ekki spyrja hann eitthvað? Ef við ekki spyrja eftir, þá er það að svara öllu spurningum. Þið megið spyrja með hann. Viltu hafa kaffi? Já. Hvad så var der kaffe og klæde nu, der efter spurningar? Ef það eru einhverja spurningar, þá má það koma spurningar. Gunnar. Það er einn áhugaverða greiningu á brunanum í 1904. Já. Það var áfálega það, en ég fengi ekki útláttið. Já. Og hefur haft áhuga á því að heyra hvað gerðist. Það var náttúrulega stóri dómanaköpun í þessu sal náttúrulega að hafa í þessu starfsemi sem ekki var gert ráð fyrir í raunum. Já. En það er eitt sem að mér hefur fundist áhuga líka, það eru sögur eða einhver hefur talað um það að það hefur sprenging inn í stóra lægum. Það er eitthvað sem að kom inn á ykkar. Já, það var eitthvað sem var höfður en það voru allar lýsingar að mögulega þessum sprengingu en það var skoðað og það fundist ég hef ekki séð neitt sem hefur staðfest það en það voru allar að brunálag inni, það voru með vélslið og bíl einmanrétt og fleira þarna inni en ég held að þetta hafi bara verið, þetta var óverulegur kraftur í þessum bruna og þess vegna held ég að þó hann hafi verið simuleraður í FDS eða einhver staðar þá menn hafi ekki getað simuleraði hann svona eins og hann hefði ekki komið svona út venjulega nema hann hafi sérstaklega farið yfir og reynt að breyta hann þannig að þetta kemur svona hratt út. Þetta er óverulegur hraði og ég held að það sé bara mögulega þessi sprenging sko.
En það allan að það fannst ekkert og hafa líka verið að tala að það væri í geymslum, sko, sprengingin. Hinum megin vegginn, það var eitt af því sem, það ekkert sem ég hef allan undir höndum sem staðfestir að svo hafi verið. Hefur einhverja hugmynd tímasetningu frá því kerfið fyrir í gang og þá farið þeir að kanna ástandið? Það að segja ástandið? Sko, já, kerfið... Það heyrði svolítið að það hefði verið svolítið tími þarna leið á milli. Fólk hefði bara setið þið svo varanlega í fyrirtækjum og stofnunum. Já, en það verði það má vera að það en þeir sem voru niður á lagernum, þeir sjá held ég reykinn bara og svo fer kerfið strax í ganga eftir upplýsingum sem ég fekk, sko. Og þetta gerist alveg gríðarlega hratt, þeir finna ekki brunlykt til að koma morguninn og svo bara fara þær inn og fara að græja sig svona til að fara að vinna og svo bara gerist þetta. Og þá bara svo lýsingar þannig að þetta bara, ég trúði þess ekki sjálfur, sko, og líka að reyna að melta þetta. Annað sem ég hef heilt þetta, sem er mjög ábúðvægt, það reykur fór rosalega hratt til í vinnslu. Já. Hafið eitthvað velt fyrir ykkur skýring á því að þetta gerist bara gerast fyrstu mínútur? Já, það var sérstaklega á neðri hæðinni sem var átti mjög erfitt með að skilja. Já, og líka bara á efri hæðinni. Og líka á efri hæðinni, en það bara þessir svona létti veggir og þrýstingur verður strax svona gríðarlega mikill. Og það bara frágangurinn sennilega ekki nægilega góður. Og svo þegar þetta fer að hreyfast eitthvað í þakið og svona, þá náttúrulega bara opnast rifur á milli. Einhvern veginn finnst mér rosalega ósennilegt að ég veist ekki vera að koma alveg skýring á því fyrstu mínútuna því að ef þó að þetta sé mikið brunalega þá í rauninni finnst mér einhvern veginn eins og það ætti að taka einhvern tíma fyrir þess að rifur opnast. Það er bara að gera strax. Já, en það eru líka... Ég veltaði fyrir hvort að það hafi verið í tengslu við sprengingar að það hefur bara hennilega lyft þakið. Það var einhver sem kom með þá kenningu í tengslu við geymslu. Já. En við höfum alltaf ekki fundið neitt sem hafi svona rökstutt staðfestingu fyrir einhver sprenging hafi orðið, sko. Hvernig var hann byggður vegurinn á veginn? Þetta var tvöfaldgifs og 95 stóð og steinull. Hann er mjög hár, en hann festur, kemur inn á milligólfið, og svo á milligólfinu upp. Það líka það verið það virðist einhvern veginn með það sem maður hefur heyrt þetta að það fari reykur rosalega hratt inn í geymslu. Já. En hinum minn hefur haldið mikið betur. Og brunin sem þú veist að byrja geymslu megin, eða sem það við vegginn þessar geymslu. Þannig að það svona kannski svona það getur verið svona einhver skýring á því að það er svona rosalega hratt inn í geymslu. En hann fer eitthvað líka hratt yfir hinum megin vegna þess að þeir sem voru á skrifstofur upp í æsverð, þeir bara rétt sluppu út, sko, segja þeir, það var undan reiknum, sko. Það er svolítið. Þannig að bara, þetta er alveg... Svo átti nefnilega, sko, veggurinn, sko, í geymslunum er raun að vera, með betri frágangi heldur en hinum megin. Já. Í kjölfar þessi geymslur fóru inn og það átti að vera búið að byggja út svona betri endarnir, af því að það var að fara geymslur. Þannig að í rauninni þá hefði sáveggur í mínum höfu átt að halda lengur heldur hinum megin. Já. En þetta er margar pælingar, það er áhugavert að þeir eru skoða þetta. Já. En ég samt sem aður vera fullt af ósvörum og spurningum. Já, og þeim verður sjálfsagt, þið fáið hluta svörunum hérna eftir hlé, eða er það núna? Eftir hlé? Já, nei, eða núna, hvernig sem þið hafa þetta. En það verður áfram ósvöruðum spurningum, það er bara þannig að þetta var líka það illa farið og svona. Það breytir einn útrýna líka og það er að þú talar lagerefni. Já. Að svona fatalagari, hann er ekkert venjuleg brunamátur eins og talaði sko. Nei. Og ef það þarf hann að sprengja fyrir það, þá fyrir það í sko, þetta fyrir ekki í kategóri 1, 2, 3, 4, þetta fyrir í plastiks. Já. Og þá þarf að sko að gera alveg sérstaklega sprinkler fyrir það. Já, og það til dæmis í hillusprinkler venjulegur hefði líklega ekki dugað út af það er búið að gera rannsóknar á því hús sem hafa brunnið niður með hillusprinkler að eftir það hafi þróað úðara framan á til þess að þegar eldsúnan rís upp utan á hillurekkanum að þá eru úðara sem bæla hana niður og það er líklega mögulega þetta þannig lager að hann hefði átt að vera með slíkum úðurum líka, ekki bara hillu heldur með svona feist úðurum. En svo er að koma nýjir og það er komin ESFR úðarar sem hægt að setja í það var núna í 2019 NPA því við erum að skoða þetta og svona
og þá er það bara svona 500 lítra sprinklera sem akkurat ætlaðir til að taka svona áður. Já. Já, komið þið sæl. Ég heiti Birgir Hólmsson og er varaslökkviliðsstjóri hjá Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins. Það er tvennt hérna að því að Davíð er búinn að koma inn á ýmsa hluti. Það var fyrsta tæknifélagið velur bruna ársins, þetta er einhver kosning. Og bara þakka ég fyrir, hvað segir maður þegar maður ekki þakka fyrir svona. Þakka fyrir heiðurinn. Já, það var verið. Og síðan er ég ekki komin eins langt í persónuverndarmálunum að ef það eru myndir sem eru ekki afmáðar þá bið ég ykkur að svona, horfa ekki augun á því fólki sem þið sjáu þetta. Bara svona, myndi því. Við erum búin að fara vel í gegnum húsið sjálft, þannig að kannski ekki að vera því en af því að þessi bruni var náttúrulega mikið í umfjöllun og ég veit að þið eru öll áhuga fólk þetta, þá er ég ekkert að gangi í gegnum þetta í einhverjum þrepum, ég ætla svona að hlaupa yfir atriði og ég byrja bara strax á því að segja að þetta var augljóst að þetta var stórbruni strax í upphafi, þannig að það eru allar stöðvar boðaðar, svokallar F1, þannig að við boðum allar þessar 4 stöðvar á höfuðborgarsvæðinu og það líða einhverjar, minnir að segja 10-12 mínútur að þá er hringt út sem heitir stór útrygging. Við erum með svona mismunandi skref, eitt er lítil útrygging, þá erum við að hringja út eina vakt sem er á frívakt. Stór útrygging þýðir þá bara hringt út allt liðið. Svona aðeins þess að hlaupa síðan yfir hvernig það þróast með mannskapinn, þá er það þannig að við erum með 20 nemendur á námskeiði sem heitir atvinnuslökkviliðsmaður frá okkur, frá Brunavörnum Árnessýslu og Suðurnesjum. Og það er nú eiginlega þannig að þeir eru svona með fyrstu mönnum, þeir eru á stöðinni í Hafnarfirði, komnir upp í strætisvagn með 2 leiðbeinendum, með reykköfunartæki og varðstjórinn sem var leiðbeinandi sagði að það væri náttúrulega dálítið sérstakt að mæta með 20 manns á brunavettvang en hafa ekkert, engan búnað. Og vera þarna svona, að segja mönnum að fara, ganga hringinn og skoða meðan það væri að bíða eftir því að fá slökkvibíla. Við vorum líka með nýlega námskeið, vorum með 20 í ráðningahóp sem hafði byrjað hjá okkur mánuðum áður og öll komin í nýja og fína slökkvigalla, þannig að við fengum þau til okkar. Meira náttúrulega okkur vantaði hendur, þetta eru þau ekki menntuð sem slökkviliðsmenn, heldur var það tvíþætt að fá fleiri hendur, fá fólk sem væri í slökkvigalla og líka auðvitað bara lærdómurinn sem þau fá á því að taka þátt í svona verkefni er náttúrulega gífurlegur. Ef við höfum tekið þá, það hefur komið upp spurningar, hvað voru þau að gera þarna? Og þá gaf maður sagt, hefðu við frekar átt að hafa þau í kennslustofu að horfa á glærur og missa af þessu mikla lærdóm sem er náttúrulega fyrir þau og sjá hvernig svona hlutir geta orðið. Þannig að þarna var mikið af nýju fólki en nýttum það bara auðvitað í takt við þeirra þekkingu. Lögreglan náttúrulega er stór hluti alltaf í okkar lokanir og gæta vettvangi og þarna var náttúrulega bara umferðaröngþveiti, þannig að þau færa lokanir og annað slíkt til þess að komast betur til og frá. Við höfum verið að auka við sérsveit ríkislögreglustjóra, þeir eru að byggja sig vel upp, þeir voru með dróna og myndavélar, þannig að þeir gátu varpað í upphafi, gekk betur að varpa myndum niður í Skógarhlíð, niður á aðgerðarstjórnina, þannig að menn voru að horfa þar á myndir og síðan kom það yfir í stjórnstöðarbíl frá Landsbjörgu sem við boðum út mjög fljótlega til þess að fá aðstöðu til þess að stýra þessum aðgerðum. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins með að hringja út allt sitt fólk og með allt þetta nýja fólk var samt ekki nægur mannskapur og tæki, þannig að við óskum eftir aðstoð frá Brunavörnum Árnessýslu, Suðurnesja, við fengum bíl frá Ísafía og fengum fleiri en eitt tæki frá hinum slökkviliðunum. Þannig að bæði var það að okkur vantaði á staðinn til þess að skipta við okkar fólk þegar það fór að líða á. En svo er þetta líka þannig þegar við erum með allt okkar fast í einum bruna, þá þurfum við náttúrulega líka að gæta því að það sé eitthvað afl á höfuðborgarsvæðinu fyrir aðra hluti sem koma upp á. Þannig að á sama tíma og þetta er í gangi þá erum við að sinna sjúkraflutningum og síðan þá vera tilbúinir ef það skal koma upp annar bruni. Stjórnstöðarbíllinn sem nýttist okkur vel á svæðinu. Og síðan mikilvægur þáttur, vatnsveiturnar í Garðabæ og Hafnarfirði, þjónustumiðstöðvar þeirra og þarna er svona fyrsti bruninn
sem að reynir svolítið á tengingu sem var búið að gera milli Hafnarfjarðar, vatnsveitnanna, Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Þannig að þegar að við fórum svona, það kom upp tímabil þar sem svona þrýstingurinn datt niður og var svona smá vandræði en samt ekki þannig, en svona menn urðu varir við það. Við þurfum að fara aðeins lengra eins og þessi stóri bíll frá Ísavía þegar hann fór inn á kerfið of nálagt og fór að fylla á sig og þá svona datt niður þrýstingurinn. En þá var opnað á milli, þannig að þetta fyrir í Garðabæ, þannig að við fórum að fá vatn frá Hafnarfirði og það virkaði bara töluvert vel, vatnið frá Hafnarfirði. Þannig að svona jókst. Já. Og síðan voru náttúrulega ýmsir, það kom þarna frá Furu, Hringrás, Skámaþjónustan þegar fór að líða á og fleiri aðilar. Garðabæ hringdi bara út eitthvað fyrirtæki sem sérhæfir sig í því og sér eitthvað fyrir Garðabæ varðandi fráveitukerfið og þarna voru komnir menn á fullt við það að reyna að tryggja vatn og annað sem að færi frá okkur og það ætti greiða leið. Nú Garðbæingar eru síðan búin að borga Hafnarfirði greiðan vegna þess að þegar kviknaði á Hvalárbrautinu þá reyndi aftur á þessa samtengingu og við fengum vatn frá Garðabæ til þess að auka við vatnsþrýstinginn í Hafnarfirði. Þannig að það ekki spurning að líta á þetta vatnsveiturnar að þær hafi þessa möguleika sín á milli. Nú, varðandi húsið sjálft eins og Davíð kom inn á, við horfðum á þetta í raun og veru sem við skiptum þessu upp í þrennt. Það lagerinn sjálfur, það æsver og marilskrifstofunnar og síðan það geymslur. Og þannig horfðum við á þetta í raun og veru allan tíman nema fyrir okkur þegar þetta svona stórt hús að þá skiptum við upp og kemur því vettvanginum upp í aðeins fleiri einingar. Nú, eins og náttúrulega kom fram að þá var þetta alveg rosalegur eldur og reykur strax í upphafi. Og það með ólíkindum, ég meina þetta hérna morgni, fólk að fara til og frá vinnu, innbyggingar byrja, það stutt í slökkvistöðinni í Hafnarfirði, menn koma hérna tiltölulega fljótt á staðinn, þá bara lítur þetta einhvern veginn, sé ekki alveg svona út, en þessi til ég sé svona nokkuð snemma í ferlinu, það bara allt alelda inn í þessu miðjurými. Og náttúrulega þrýstingurinn, þið sjáu hér, sjáu loftmyndina sem Davíð sýndi, þetta pínu lítil göt, reglósunin, sáu hvað var sjálfvirk opnum var 6 fermetrar, og þannig að svona þetta bara orðið mjög fljótt. Ég bý í Hafnarfirði, ég heima að pakka í tösku af því ég átti að fljúga til Akureyrar fljótlega eftir hádegið, að taka töskuna með mér í vinnuna og fara svo beint í flugið. En ég fór náttúrulega ekkert norður daginn eftir. Fer beint á staðinn og þetta ég sem að rölta hérna svona, ok, hvað gerir maður núna sko? Og þið sjáuð, þarna strax komið reykur hérna og geymslumegin var líka þessi eins og Davíð kom inn á. Að það var bara strax komið í rýmin sitt hvort megin. Nú ætla ég að hvort að þetta virki. Ekki vill að gera það. Ítta á kontról, takka hann líka fyrir. Ég var að íta á hann. Gerði þetta eitthvað núna. Djústrykkur. Ok. Þá fórum ég átta hérna megin. Hvað ég að lýsa þessu bara? Já.